Ágætu gestir, háir sem lágir. Ég get nú ekki stillt mig að vitna í löngu dauðan bónda og landnema sem sagði í bréfi til vinar síns: ef hann Sveinn félagi Björnsson tekur land í einhverjum afbragðsstað sem alveg fyrirhafnarlaust verður honum margra $100 virði fljótlega, þá ann ég Sveini þess ofurvel, en ekki sýnist mér það stór kostur á Sveini. Taki hann aftur land í einhverju einskisvirðisplássinu sem eftir nokkur ár verður mörg $100 virði fyrir fyrirhöfn Sveins, þá ekki einungis ann ég honum þess ofurvel, heldur sýnist það stór kostur á Sveini. Það munurinn á Sveini tilbúnum og Sveini sem býr til. Ég sem sagt einn þessara fræðimanna sem kem inn í akademíuna þegar var búið að bora og leggja dúkinn, búið að mynda öll tengslin og gera allt sem þurfti að gera, og ég kom bara svona með bókapókann og þess vegna langaði mig eiginlega til að þakka öllum þeim sem hér eru í húsi fyrir vinnuna, og það eru margir sem ekki eru hér sem unnu dag og nótt eins og áður kom fram við að búa til þessa stofnun og líka búa til fysiskt þetta hreiður og þetta skjól fyrir okkur. Og mér langar alveg innilega að þakka þeim fyrir, því að maður fann svo fyrir mikilli hlýju og miklu svona, eins og hann sagði hérna, spakur, þessu stjórnleysi, en samt sem svona hlýtt stjórnleysi og ofboðslega margar, ég myndi frekar kannski sjá það sem svona syndikalismi svona, sem margar litlar einingar. Akademían bara í eðli sínu bara grasrótar fyrirbæri, hefur alltaf verið það, en ég hef nú reyndar sagt alveg frá byrjun að við eigum alltaf eftir að verið þessum línudansi á milli grasrótar eðlisins og svona heilbrigðrar stofnanavæðingar. Þannig að verður að fella ákveðna hluti í bara eins sjálfvirkar skorður eins og hægt er. Og við verðum að festa sumar hluti í sessi einfaldlega til þess að þeir virki. Þannig að til þess að verið svona skilvirk sem rannsóknarsamfélag þá verður að koma einhverju stofnanavæðing á, en það má aldrei verða of mikið. Heyrðu, en segið mér eitt, því að við vorum að tala þessa myndasýningu hérna áðan. Þá var ég að ganga á fólk og spyrja það hvað það myndi vilja sjá í heimildamyndum Reykjavíkurakademíunnar. Það veit ég. Það er kannski ekki tvennt sem við þurfum að varpa ljósi á. Það er samfélagið og það er pródúktið. Það er samfélagið og afurðir. Og það fór ekki að vera tengt. Gerðu svo vel, Jónin. Ég er alveg mæstur í þetta hangikjöt. Gerðu þið svo vel. Þetta myndbrot það heitir Fræðimenn föndra. Fræðimenn föndra? Fræðimenn föndra. Kommentaður glæsileikari. Já, ég í mínu verkefni sem að ég kynnti á vinnufundinum, þá ég að velta fyrir mér hvaða áhrif leiðtogafundurinn árið 1986 hafði á útbreiðslu og mótun ímyndar Íslands á alþjóðavettvangi. Í mínu verkefni ég að skoða kynja ímyndir, svolítið hvernig það hafa verið náttúrugerðar, en fókusin voðalega mikið að færast á hugmyndir hið jafnrétta norður og hvernig Ísland fittar inn í það. Bókin er tilenguð félögum mínum í Reykjavíkurakademíunni sem teljast til bókmyndafræðinga, heimspekinga, félagsráðgjafa, menningafræðinga, fornleifafræðinga, félagsfræðinga, íslenskufræðinga, félagssálfræðinga, stjórnmálafræðinga, kennslu, uppeldis- og menntunarfræðinga, lögfræðinga, handritafræðinga, afbrotafræðinga, sálfræðinga, umhverfisfræðinga, listdansfræðinga, stjórnsýslufræðinga,
kvikmyndagerðarmanna, guðfræðinga, leikhúsfræðinga, sálgreina, alþjóðafræðinga, þjóðfræðinga, málfræðinga, listmeðferðarfræðinga, safnfræðinga, talmeinafræðinga, menningafræðinga, fornfræðinga, fjölmiðlafræðinga, einsögufræðinga, rithöfunda, atferlisfræðinga, þýðenda, kynjafræðinga, lýðfræðinga, blaðamanna, samanburðarbókmennafræðinga, tölvufræðinga, skálda, tónlistafræðinga, miðaldafræðinga, listfræðinga, þjóðháttafræðinga, vefhönnuða, hagfræðinga, kvikmyndafræðinga, trúarfræðinga, sagnfræðinga og síðast ekki síst háskólanema fyrir að hafa hleypt í kjarki til að takast á við fræði með eins opnum hug og hæfileika mínu hafa boðið. Þetta er eiginlega eins og tískugaurarnir í dag. Þetta náttúrulega blandan, þessi deigla sem hefur held ég haft áhrif á okkur öll. Þú veist, bara þetta að bara ég að ræða við ykkur sem þjóðfræðinga og ég að ræða við bókmennafræðinga, heimspekinga og við erum að spjalla saman þó að bara samtíman, pólitík og annað. Þetta hefur þetta áhrif á hvernig við hugsaum okkar fræði og ég held að þetta sé styrkur Reykjavíkurfræði. Það bara, þú veist, við erum ekki með einhverja fræðilega dagskrá sem alltaf í gangi, heldur bara þetta við setjast niður í kaffi og skemmtum okkur saman og gerum okkur glaðan dag. Þú veist, þetta bara hefur áhrif. Þetta er samfélag fræðina og það er það sem ég að gagnrýna í þessari bók. Framtíð held ég Reykjavíkurfræðingar, hún náttúrulega ekki öll á einum stað. Og þetta finnst mér ástæða til að við höldum í og pössum okkur á að halda í. Þetta að halda okkur á jörðinni, vita hver við erum, hvar við erum, hvað við getum, en hafa takmarkið alltaf dálkinni í stærra en er mögulegt. Einhvern tímann hitti ég mann sem hafði unnið frá mjög fyrirtæki mjög lengi. Og hann sagði við mig, hugsaðu það. Þegar að fyrirtæki var að skrifa sögur sín, talaði sjálfsíðu, markmiðum, myndum. Það var stutt í endalok. Þetta er að sjálfsögðu rangt. Við skulum samt ekki gleyma þessu. Jafnvel þó að sagan sé orðin glæst og þessi massa minnast og klappa fyrir. Að þá er tímabil raunveruleikans stundum nær en að halda. Og það þarf alltaf að halda hlutum ganga til handa. Þetta er þróunin. Þetta er okkur kennt. Og mjög skrítið. Upphaf og endir sem að líka dálítið undarlegt. Er það lógískt svona vísindalega séð að þetta sé endirinn á þróuninni?